Athugun ríkisskattstjóra og eignarhaldi íslenskra stórfyrirtækja bendir til þess að í mörgum tilfellum séu meintir erlendir eigendur þeirra íslenskir. Þetta kom í ljós þegar frumskógur eignarhaldsfélaga í erlendum skattaskjólum var þræddur og við ræðum við ríkisskattstjóra hér rétt á eftir. En við byrjum á ríkisskattstjóra sem segir að samtök fjármálafyrirtækja hafi allt fram á þetta ár náð að stöðva breytingar og skattalögum sem kæmu í veg fyrir að fyrirtæki kæmu sér undan skattgreiðslum. Þetta hafi reynst ríkissjóði mjög dýrt. Hann vill að yfirvöldum verði gert kleift að slíta fyrirtækjum sem víkja sér undan því að skila ársreikningum. Helgi ræddi við Skúla Eggert Þórðarson í dag. Velkomin Skúli. Skulum byrja bara aðeins á þessum fregnum að þessari skýrslu sem nú auðvitað ekki ný, hún nú 5 ára gömul, sem að snerist skattkerfisbreytingar sem að þessi nefnd sem að þú átti meðal að sæti í taldi eðlilegt að eru gerðar hér til að koma í veg fyrir skattaundanskot. Bara byrjaði að spyrja það því, hvers vegna heldur að menn hafi ekki farið út í þessar breytingar, því að í þessari skýrsleikar þá nú ansi sterk og skýr aðvörunar það að það þurfi að gera þessar breytingar. Já, þessi skýrsla sem þú ert að tala kemur út áramótin 2004-2005. Það var búið að skrifa skýrslur svipað efni nokkru fyrr. 2000 var tekin út, var gerð heilmikið skýrsla virðisaukaskatt og síðan 93 var gerð skýrsla umfang skattsvika á þeim tíma. Í skýrslunni frá 2004-05 þá eru lagðar fram heilmiklar tillögur breytingar. Mörg þættum toga. Það var annars vegar að voru tillögur lagabreytingar og hins vegar ýmsar framkvæmdabreytingar. Margar af þessum tillögum komust í framkvæmd en aðrar ekki. Þar hef ég kannski mest saknað tillagna gagnsæi eða aukið gagnsæi. Það var lagt upp að það þyrfti að veita skattyfirvöldum upplýsingar bankainnistæður, skuldir, bæði fyrirtækja og einstaklinga. En þetta komst ekki í gegn og ég gerir ráð fyrir því að megin ástæða fyrir því að það hafi reyndar ekki verið stemming fyrir það í samfélaginu á þeim tíma. Hvað meira stemming í samfélaginu? Var barist eitthvað sérstaklega gegn því og hverju voru það þá helst? Já, samtök fjármálafyrirtækja hafa auðvitað haft efasemdir það að þessi upplýsingagjöf verði með þeim hætti eins og skattyfirvöld lögðu til. Þau hafa bent á að þetta sé umfram það sem þau hafa talið vera eðlilegt. Nú, það frá því að segja að á síðasta árið þá kom fram frumvarp frá þáverandi ríkisstjórn það að það ætti að veita skattyfirvöldum allar upplýsingar bæði inneignir og skuldir og það tókst að koma hluta af því í gegn í desember á síðasta ári en upplýsingar skuldina komst ekki í gegn. Þá erum við að tala í desember, þannig að tala eftir að bankarnir eru 3 stærstu farnir í faðm ríkisins og þá ennþá verið þá eru menn ennþá að heykjast af þessu? Já, það var rauninni þannig að fjármálaráðherra lagði fram þetta frumvarp fljótlega eftir að bankahrunið átti sér stað, meðal annars til þess að bregðast við því til þess að styrkja störf skattyfirvalda. Þau geti aflað frekari upplýsinga heldur en áður voru inneignir og skuldir, en það komst ekki að öllu leyti í gegnum Alþingi. Hvers vegna var það? Hver voru röksemdina fyrir því? Já, það var nú töluverð andstaða fyrir þessu, meðal annars hjá bönkunum, en núna komið frumvarp að nýju. Og ég ger mig vonir það að það verði afgreitt mjög fljótlega og það hluti af þessu stóra frumvarpi sem núna til meðferðar, frumvarp styrkingu skattframkvæmdar. Þannig við áttum okkur á bara hvað þýðingu þetta hefur. Þá talað að þetta hafi kostað ríkissjóð einhverja tugi milljarða. Tekur undir það? Erum við að tala svo stórar fjárhæðir sem hefðu geta runnið í ríkissjóði í formi skatta ef að þetta hefði verið gert? Já, það sem þú ert að tala þar, það svokallað CFC-löggjöf, það að segja að fá upplýsingar hvernig rétt að setja orða þannig að menn geti skattlagt eiganda fyrir inneignum erlendis. Ég finnst það líklegt að það hafi einhverjir milljarðar farið þar forgörðu, því miður. Það ekki hægt að slá á það með áreiðanlegum hætti. Menn hafa samt verið að reyna að giska á það hvað það sé og það geta verið ansi stórar fjárhæðir.
Það helgast meðal annars af því að það eru svo mikli fjármunir sem hafa farið til svokallara skattaparadísa. Það mjög mikið af fyrirtækjum í landinu sem í eigu slíkra aðila og þetta skaðar mjög tekjuöflun ríkissjóðs. Þessi löggjöf sem að núna þetta frumvarp sem liggur núna í þinginu og aðeins fjallað í Fréttablaðinu í dag til dæmis, það grundvallarbreyting í þessa átt þá eða? Algjör. Það sennilega eina mestu breytingum sem gerðar hafa verið á skattframkvæmd hér á undanförnum árum. Og það mun þá auðvelda þetta gagnsæi? Þetta eru fyrst og fremst aukin verkfæri fyrir skattavöld til þess að afla upplýsinga eignarhald, afla upplýsinga frá skattaráðgjöfum og ýmsum fleirum aðilum sem hafa haft með skráningu fyrirtækja erlendis. Þannig að þetta, að mínu viti verður þetta algjör tímamóta löggjöf. Það kemur fram í grein Aðalsteins Hákonarsonar í síðustu tíunda að þið hafi verið að reyna að kortleggja eignir Íslendinga á þessum bresku jómfrúareinum og þá sérstaklega þessari eyju Tortóla sem hefur verið mikið í umræðunni. Geturðu sagt mér eins frá því hverju þessi skoðun ykkar hefur skilað? Hafið þið gert einhver betur grein fyrir umfangi og hvað erum við að tala mörg félög og hugsanlega þá mikið af peningum sem getur verið? Já, fyrsta lagi erum við að tala bara almenna greiningu á eignarhaldi á 300 stærstu fyrirtækjum landsins. Það verk nú eiginlega mjög langt komið en það þarf samt að halda því áfram. Það eitt og annað sem stendur þar út af. Og síðan erum við að reyna að afla upplýsinga í gegnum ýmsa kannala, meðal annars erlendis frá, hvernig eignarhaldi Íslendinga sé háttað í þessum svokölluðum skattaparadísum. Og við erum að reyna að ná þessum upplýsingum fram og ég hef góðar vonir það að okkur takist að byggja betur undir grundvöll fyrir endurálagningu opinberra gjalda. Umfangið, hafið þið gert einhver betur grein fyrir því hversu mikið og hversu umfangsmikið þetta er? Því miður þá held ég að það verði að segja það að fyrirtæki skráð í svokölluðum aflandsríkjum séu ansi mörg. Þetta oft tíðum ekkert annað en skúffufyrirtæki. Þetta fyrirtæki skyldi kalla utan eignarhald í einhverju öðru fyrirtæki. Þetta gerir samkeppnisyfirvöldum, þetta gerir skattyfirvöldum mjög erfitt fyrir. Þetta til dæmis getur kippt grundvöllunum utan því hvort að það skapist yfirtökuskylda og ýmsar fleiri reglur varðandi fjármálamarkaðinn. Ég get sagt það þetta að þetta sé ein mesta meinsemd í íslenskri skattframkvæmd síðustu ár. Íslendingar eru hins vegar ekki einir á báti. Þetta almenn skoðun skattyfirvalda allan heim að þetta sé mjög alvarleg meinsemd. Þú talar að þið hafa verið að skoða 300 stærstu félögin á Íslandi með tilliti til eignarhalds. Hvað hefur komið út úr þeirri skoðun? Eignarhaldið ekki eins og það hefur birst okkur í ásreikningum og opinberum gögnum varðandi það? Já, sko, mikið af þessu nú opinberar upplýsingar sem menn geta átta sig á. En síðan eru skattyfirvöld með aðrar upplýsingar. Við fáum þetta hlutafjármiða og getum lesið út úr þeim eitt og annað og síðan eru upplýsingar í öðrum framtölum þannig að þannig byggist þetta smá saman upp. Því miður virðist vera þannig að eignarhaldið sé mjög flókið. Það er einkenni á þessu öllu saman. Það þarf kannski að fara í 9 raðir, 8 til 9 raðir áður en þú kemst að því raunverulega hver er endanlega eigandi félagsins sem auðvitað yfirleitt alltaf einhver hópur fólks. Ég líka velti fyrir mér hvers vegna eignarhaldið svona flókið. Hver ástæðan fyrir því? Það vegna þess að verið sé að leyna eignarhaldinu eða það einhverjar aðrar ástæður fyrir því? Það ekki nokkuð augljóst að menn að fara út í svona æfingar til þess að leyna og gera yfirvöldum erfiðara fyrir? Af hverju ættu menn að gera þetta annars? Já, það ein af þeim skýringum sem komið hafa fram og ég get ekki neitað því að það ýmislegt sem bendir til þess að svo sé þó ég treysti mér ekki til þess að fullyrða að þetta sé ástæðan. En þetta hefur sannarlega gert skattyfirvöldum erfitt fyrir. En þessi skoðun ykkar, hafið þið komist að einhverju varðandi þessi stóru íslensku fyrirtæki til dæmis? Já, sko, það sem maður getur sagt það að það glettilega mörg af þessum fyrirtækjum sem eru í það sem við getum kallað fyrstu kynslóð skráð í erlendri eigu
eru í reynd í innlendri eigu. Það fer bara í gegnum einhver fyrirtæki erlendis. Getur nefnt mér einhver dæmi fyrir það? Ég veit nú ekki hvort að það sé við hægvi, en menn geta auðvitað bara séð það á opinberum upplýsingum. Það eru fyrirtæki sem eru í íslenskri eigu endanlega, þó að þessu talin vera í erlendri eigu að hluta til. Aðeins varðandi annað þessu tengt, ársreikningaskrá er undir ríkisskattstjóra. Það hafa verið fluttar fréttir að því reglulega undanfarin ár og það að stór félög sem hafa jafnvel verið umsvifamikil á markaði hér hafa til dæmis ekki verið að skila ársreikningum sem eru jú opinber gögn í jafnvel 3-4 ár. Hvernig má þetta eiginlega vera? Já, það er rétt hjá þér. Þetta hefur verið eitt af vandamálum sem hefur verið. Það er að fá hreinlega fólk til þess að virða þessar reglur. Og ársreikningaskrá er nýlega komið með sektarheimild og það er verið að sekta fyrstu fyrirtækin núna þessa dagana. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að það þurfi að ganga lengra og þetta verði ekki almennilegt fyrir en ársreikningaskrá fær heimild til þess að slíta fyrirtæki ef það birtir ekki ársreikningu til dæmis í 3 ár í röð. Og það rauninni gengur út á það að fyrirtæki yrði þá slitið í þeirri merkingu að það er ekki þessi takmarkað ábyrgð á eigandum. Þannig verða eigendur með ótakmarkað ábyrgð ef slíkt gerist. Núna hefur viðskiptaráðuneytið þessa heimild, en mín skoðun er svo að það sé æskilega ársreikningaskrá að hafi þessa heimild. Það ætti að tryggja aukið gagnsæi og að menn virtu þessar reglur. En hefur þetta ekki verið einfaldlega bara skaðlegt og hluti af því hvernig þetta system hefur byggst upp hérna og svo hrunið til grunna að til dæmis það að menn skuli ekki bera meiri virðingu fyrir því að veita gögn til opinbera aðila eins og ársreikninga, að þeir geti trassað það í 3 eða jafnvel 4 ár og við erum ekki að tala um eitt lítil fyrirtæki, við erum að tala um risastór fyrirtæki. Ég held að það sé ekki hægt að nota endilega orðið trassaða, heldur að menn hafi beinlínis gert það af ásetningi að afhenda ekki þessar upplýsingar vegna þess að það sé einhverja samkeppnislegar ástæður fyrir því. Og þeir bera því oft fyrir sig að löggjöfin sé gölluð og eitthvað svoleiðis. Núna er ársreikningaskrá komið með verkfæri til þess að ná í þessar upplýsingar, en það þarf samt að ganga lengra. Einhver ástæða hlýtur að vera til þess að menn kjósa að dylja slíkar upplýsingar sem eiga að vera opinberar. Voru þeir ekki alltaf lengi að bregðast við þessu að menn skildu, til dæmis geta komist upp með það að skila þess ekki í 3-4 ár eins og dæmis svona? Nú þekki ég ekki þá sögu, ég er það nýlega komið þarna, en ég held að menn hafi nú lagt allt sem þeir gátu til þess að koma mönnum í skilningu það, en það skorti verkfærin, það skorti þær lagaheimildir sem núna eru komnar. Þakka fyrir komuna, Skúli.